En þessi dvöl í Bandaríkjunum hafði líka bara áhrif á þínar lífskoðanir, ekki satt? Já, hún gerði mig svo rauða að ég læknast ekkert af því. Ég vil ekki búa í svona þjóðfélagi. Og það gerðist nú eiginlega á einum spítala. Ég átti þarna smá pásu á milli þátta og ætlaði að taka hluta af kandíðsárinu og komst inn á sjúkrahús. Og þegar var alltaf fyrsta spurningin, á hann fyrir röntgenmyndinni, á hann fyrir pensilínsbrautunni sem hann þarf og svona, og fólk var lagt inn eftir efnum, ekki ástæðum. Mér leist ekkert á það bliku því það hefði gleymst að kenna okkur að svona systema eru til. Við vorum að læra læknisfræði hér, þá var sjálfsagt að allir getur lagst á spítal og það kostaði jú ekkert hér á Íslandi þá daga. Og það gleymdist bara alveg að segja okkur að systemið væri svolítið öðruvísi í Guðs eigin landi. Þannig að ég var mjög hissa þegar ég sá þetta og ákvað áður en ég fór heima. Í svona landi vildi ég ekki búa. Hafið þið heyrt af sjúklingum sem að hafa leitað sér lækninga erlendis sem að fólk sem á peninga? Já, við verðum alveg vör við það að á röntgendeildinni að fólk að koma heim með rannsóknir annar stað frá og hefur leitað sér lækninga á öðrum stöðum. Hvað segir það okkur kerfið? Ég held að við óttumst þetta gríðarlega, þetta tvöfalda kerfi sem gæti verið að myndast og það eitthvað sem við Íslendingar getum ekki sætt okkur við, held ég. Við viljum hafa eitt kerfi fyrir alla og allir eigi að fá bestu mögulegu þjónustu, ekki bara þeir sem geta borgað fyrir það. Ég hef upplifað það kerfi í Bandaríkjunum að það fer eftir hvað tryggingar þú hefur, hvað þjónustu þú færð og það eitthvað sem við getum ekki sætt okkur við. Hvað langt í að þetta, eins og Gunnar Björn að lýsa, hvað langt í að þetta gerist? Í sjálfu sig gætu við sagt að þetta sé komið upp í dag, að það eru ákveðin lyf sem við veitum ekki, sem væri hægt að fá annar staðar. Ef þú átt pening eða tryggingar, þá getur þú svo sem farið annar staðar og fengið sér lyf. Þú getur farið ákveðna rannsóknir erlendi sem þú færð ekki í Íslandi, og svo framvegis, þannig að þetta svona koma vísir að þessu.